Hér sestur Gunnar Smári Egilsson, sæll vertu. Nú þið Jón Ásgeir farnir að skrifast á í Morgunblaðinu. Þú sagðir í grein að Jón Ásgeir skuldaði meir en 1000 milljarða. Geturðu skýrt það út fyrir mér? Ég tíndi nú bara upp skuldir á 3 fyrirtæki og þetta er engar leynitölur. Þetta liggi svona meira og minna fyrir í ársreikningum sem hafa verið liggja á verðbréfaþinginu, af því að flest þessar fyrirtæki hafa gefið út skuldabréf og rúna þetta svona vel af, því það er nú erfitt að meta einhverja upphæðir í dag þegar gengið hlýtur og sveiflast mikið upp og niður. Og þetta var svona það sem ég taldi vera smeðlegt, rúna af niður í 1 milljarð. En hvað gerir maður við fólk sem skuldar 1000 milljarða í fallið bankakerfi? Menn telur það séu eignir á móti þessu? Tel ég? Já. Það er ekkert mitt, ég var ekkert að tala um það sko, ég var ekkert að gera Jón Ásgeir upp og það er alls ekkert rétt að ég sé eitthvað skrifast á við hann. Ég var bara verið að átta mig á því hvað hefur gengið hérna á, hvernig var þetta að skilja þetta ástand, þennan tíma sem hefur verið að líða og ég var að skilgreina hann sem skulda- og eignabólu og það sem það var svo mikið innstreymi af erlendur lánsfé inn í kerfið, það þarf að sogaðist allt viðskiptalífið í kringum þetta innstreymi. Þetta er svona follow the money eins og það er sagt í Ameríku. Og þá áttar menn sig á því að megin starfsemi viðskiptalífsins snerist að ná til sín skuldum. Og ég nefndi þetta bara sem dæmi svona hvað þetta hefði verið stórkallarlegt. Ekki það er ekkert mitt að vera að gera upp þessi fyrirtæki. Jón hins vegar ákvað að leiðrétta mig, sagði að þetta var ekki 1000 milljarðar, heldur rúmlega 900 og mér fannst það nú eiginlega bara helviti gott hjá mér að hitta þó svona nærri. Sá ekki ástæðu til þess að vera leiðrétta og sé ekki ástæðu til að vera að svara honum. En við skulum ekki tala um hann persónulega, en hvernig fá menn lána svona mikla peninga? Hvaða kerfi er það sem lánar svona mikla peninga? Þetta er náttúrulega bóla og ég held að segja gott að hafa í huga að við erum ekki fyrstu sem lendi í svona bólu. Svona bólur hafa verið, það voru bara fyrir til dæmis skömmu síðan í Skandinavíu, það voru í Japan fyrir svona 15 árum. Það hefur búin að vera hérna, merkilegra fólki við, finnst við svo lítil þessa dagana. Það sem gerist í svona bólum er að það verður skyndilega aukin aðgengi að lánsfé. Þannig að skyndilega hafa fleiri möguleika á því að kaupa ykkur eignir. Hvort sem það eru fasteignir, hlutabréf eða fyrirtæki eða hvaðina. Af því það eru fleiri sem að vilja kaupa, þá hækkar verðið. Það eykur veðhæfni lánanna. Þegar þú keyptir fyrirtæki í fyrra sem kostar 100 milljarða, nú er það skyndilega metið á 200. Það farið í bankann og tekur svona 50 milljarða í viðbót og kaupir eitthvað fleiri fyrirtæki. Og síðan spinnst þetta upp í einhverju rosalegri hringiðu, svo mikilli og það er svo kostulegt að menn er að tala um hvernig menn er að bregðast við, að það var komin á Íslandi hraukur sem var svo stór, það sást út allan heim og það voru menn voru hættir að lána íslensku bönku fyrir árið síðan. Menn voru tregið til að lána íslenska ríkinu fyrir árið síðan. Og menn sögðu, og því að vinur sá til vamsegir og helst okkar bestu vinaþjóðir, sögðu við erum til að lána ykkur, en þið verðið að taka til í þessu. Þetta er bara rugl hjá okkur. Þegar við lent í einhverju fáralegri bólu. Þetta var skrýpamynd af því sem var náttúrulega eitthvað svona að gerast alltaf, en við vorum í einhverju svona bara skrýpaútgáfu af þessu. Kreppan sem núna gengur í heiminn er svona skuld- og eignabóla sem var drifin áfram af líklega stefnu Greenspan í bandaríska seðlabankanum. Það sem var aldrei hleypt loftinu af eldri bólum, ekki netbólunni. Það var sífellt verið að reyna að halda systeminu gangandi í staðinn fyrir að byrja leiðréttingu. Og kannski því er ég að skrifa þessar greinar, að ég er að benda á hvað við vorum í fáránlegu ástandi og við erum eiginlega ekki að hlusta á okkur að réttlætinga hvernig það ástand var. Heldur einfaldlega átt okkur á því. Þetta var fáránlegt ástand og við skulum bara stíga upp úr því og fara að vinna að því að greiða úr þessu. Og ekki biðja þá sem að bjuggu til ástandið eða sofnuðu á verðinum að sjá það. Vince Cable sem er orðinn bara þjóðhöfði í Bretlandi, en þingmaður frjálslyndra, hann sá sem að sá best fyrir kreppuna. Hann segir að bankarnir hérna á Íslandi hafi verið stjórnlausir og maður er kannski helst líka að horfa á síðasta árið sem þeir starfa. Þegar markaðurinn, hvað gerir síðasta árið þeir starfa þegar lánamarkaðurinn lokast? Ég veit, við sjáum það náttúrulega að þeir í staðinn fyrir að viðurkenna það að business model þeirra var brotið, þar sem þeir sóttu skammtíma fjármögnun á alþjóðlega lánamarkaði og lánuðu það síðan út með veði í sífellt ofmetnari eignum. Að í staðinn fyrir að fara að vinna í því, að þá fóru þeir að sækja sparifé til Bretlands, Hollands og Þýskalands. Og þetta er svona sagan bankana. Síðan er það sorglega að raunverulega fyrir árið síðan voru öll íslensk fyrirtæki meira og minna
dáin af skuldsetningu. Það var búið að skuldsetja þessi fyrirtæki svo mikið að þau gátu ekki andað. Það var haldið lífið þeim með því að teygja sig svona dýpra inn í peningamarkaðssjóði. Og við þekkjum þetta. Það fólk sem í vandræðum að það teygir sig yfirleitt, sko. Baugur fór að fá lánað stórar peninga í Landsbankanum. Og svo var búið til svona hringekja. Hringekja milli bankana. Já, milli bankana. Það var búið, þetta meira og minna komið fram allt saman. Það var búið til að Sparisjóðabankinn, það var gefið út skuldabréf sem hann keypti, hann sótti lausafé í Seðlabankann sem hann lét síðan bankana fá aftur og það voru bara allir að einhvern veginn að bjarga sjálfum sér. Og þetta nú bara eins konar svikamilla gagnvart Seðlabankanum. En þegar við hugsaum þetta og sjáum það að þó svo að business modeli hafi kannski, við áttum átt okkur fyrir 2-3 árum að það var vitlaust. Þá held ég að horfa á síðasta ár og það sem gekk á þá og sjá hvað afleiðingar getur haft að láta sömu mennina stjórna. Hefðu við fjarlægt eigendur bankana og svona helstu bankastjórana og helstu forkóluna í íslensku viðskiptalífi, hefðu við fjarlægt það fyrir svona 1 ári, þá hefðu við getað sparað mikinn harm. Þetta hefur við að hafa líka í huga þegar við horfum á stjórnvöld í dag. En sko, það var náttúrulega, sko, nú ég meina, hvað eftir að þessu nema bara eitthvað svona stóru haugur af skuldum? Ég meina, Philip Green kom til Ísland, hann vildi kaupa skuldir Baugs á hvað, á 5%? Og þá sögðu menn, Jón Ásgeir sagði það líka, sá sem á skuldir Baugs, hann á Baug. Það náttúrulega eiginlega vonlaust að meta þetta, sko. Það eiginlega vonlaust að meta. Auðvitað eru þarna inni ágætis fyrirtæki innanum, sko. Það hellinga fólki sem verið að vinna þarna af miklum dug og miklum dugnaði, rekandi alls konar einingar. En þegar að hruni verður, þá náttúrulega fellur verðgildi alls jafnlangt niður og það var óraunhaft uppi áður. Þannig að reyna að meta það núna eiginlega gersamlega ómögulegt, sko. En það svarið í dag bara þetta verðlust, meira og minna. En hins vegar, ef að einhver hefur dug á að halda þessu gangandi, eins og bentum við á, hugsanlega lána drottna bankana, að þá eru þarna einhver verðmæti. En þú segir í einni greinin sem þú skrifaðir að þessir gömlu jálkar, þeir séu komnir inn á skrifstofu skilanefndana með háværar kröfur og frekjulegar að verða bjargað. Já, ég sagði ekki frekjulega, en ég segi bara að þeir vilja láta bjarga sig. Já, það vilja það allir, sko. En eigum við að bjarga þeim? Nei, alls ekki. Ég held að sé við verðum, og það eitt ef við viljum vera ofur jákvæð, þá höfum við horfað sem svo að kreppan sársauki og við höfum tekið út allan sársaukann í íslensku samfélagi. Það eiginlega ekki hægt að hafa meiri glundroð í íslensku samfélagi. Það skapar okkur örlítið svona töfra augnablik. Við þurfum ekki að hlusta á það að of mikla mannabreitingar leiði til of mikilla röskunar, við töpum út einhverju þekkingu og eitthvað fleira. Heldur höfum við núna tækifæri að skipta öllum út. Öll þessi rökum að þá tapast út þekking, hún bara gildir ekki. Og eigum við þá að skipta út bankastjórunum, Jóni Ásgeiri og millistjórnundur bankana. Ef þú værir að búa til nýja banka og var að ráða fólk, hvað myndur horfa helst á? Þú myndur horfa á svona að fólki hefði áhættu meðvindund. Það væri góðir svona bankarar. En þegar það hort á prívat fjármál þessar fólks, þá tók það allan lífeyrinn sinn, allt sparifé fjölskyldu sinnar og veðjaði á eitt fyrirtæki. Og tapaði því náttúrulega. Þetta fólki sem myndir ráða inn í að banka? En þú segir, þeir sem að reka fyrirtæki hausinn eiga ekki að reisa þau við? Og ekki þeir sem að eldvarnareftirlitið, fjármálaeftirlitið, Seðlabanki og ríkisstjórnin, sem horfði á hraukinn í heilt ár og gerði ekki neitt, það á ekki að þykjast að vera slökkvili núna. Og þá heldur ekki að vera að bjarga svona lengja í pólitísku lífi sínu með því að taka fyrst, ég man ekki hvað það var 11 eða 20 milljarðar og hendin í sjóð 9 til þess að róa fólki sem hafði keypt í sjóði 9 til þess að það myndi ekki varpa þeim út úr stjórnarráðinu og taka svo 200 milljarða til þess að kaupa reiðasta fólki út úr kröfugöngurum. Já, þú meinar að það hefur verið tilgangur með það? Já, það er alltaf þannig. Hitt var bara bóla. Það sem að verður mesta tapið og mesti skaðinn verður í hruninu og það er byrjað. Já. Segðu mér, sko, þú varst sjálfur í þessum hópi. Þú segir í grein sem skrifaðir í Moggann að þú hafi verið sami asninn og hinir. Hvað meinarðu með því? Það er bara þegar hortir aftur og það voru grunnforsendurnar í íslensku viðskiptalífi voru rangar. Af því það fór inn í kerfið lánsfé sem að brenglaði allt. Og ef að menn, það er svo kostulegt að fylgjast með bankastjórum, formönnum bankaráða, koma fram núna,
við erum að koma út úr ýktustu bólu sem þekkist í mækisunni. Þetta mun tryggja hróður Íslendinga næstu árþúsundin í kennslubókum viðskipta og hagfræðinga. Það talað að það sé bóla, þessi augljóslega bóla í bankakerfi þegar útlán þeirra vaxa kannski 30% milli ára. Við sprengdum alla skala. Við sprengdum skala í skuldum heimilana, skuldaaukningu bankana, öllu. Við erum að koma út úr svona sem þetta er raunverulega alla harmleikur, þetta er raunverulega bara farsi sem við komum út úr. Og menn koma og að segja við okkur, það var herslumunurinn að við höfum getað reddað þessu. Hver á að trúa þessu? Ég held að það sé bara eðlilegt að allir horfi... Þegar Björgólfur, Sigurður Einarsson, Jón Ásgeir, allir koma, Hannes Mára, ef við hefðum fengið meiru seðlabankanum þá þetta reddast. Þetta er bara hlægilegt. Þetta er alveg að sama hátt og í það ekki fyndnasta bóla söguna, það er túlipannabólan í Hollandi 1636, þar sem að einn túlipanni var meira virði heldur en heil húsalengja í Amsterdam, svo sprakk þetta og auðvitað var eitthvað sem hélt á síðasta túlipanum og sagði það, þetta voru góð fjárfesting hjá mér, ef ég fæ aðeins meiri tíma þá skal ég sanna þetta. En þú vilt að allir sem farið burt? Ég held að þannig myndi að gerast í eðlilega áfrið. Það sem hættan er núna, að því að ríkið er búin að stökkva inn í bankana, inn í skilanefndirnar, að þá er skyndilega siðfræði ríkisins komið inn í kapítalismann, vanalega færi sem menn bara á hausinn, en núna er komið þarna siðferði ríkisins, það sem enginn hættir, og það er ákveðin hætti því. Ég held að það væri frekar að taka hitt. Og menn fari að afskrifa lán í stórum stíla á þessa menn og einhvern veginn berga þau. Það er allir að biðja skuldaniðurfellingu. Líka fólki sem er að biðja að afnema vísitölu og fleira. Það er allir að biðja að mínar skuldir verði afskrifaðar. Finnst þér allir eigi að borga? Orð skulu standa, samningar halda, það er grunnforstan. Það sem klikkaði hérna og hefur klikkað hjá okkur er svona grunnelement í samfélaginu brustu og við byrjum ekki á því með því á brotnum grunnelement. Þú sagðir að þú hefði farið í business sem þú skildir ekki. Ég var fjölmiðlamaður og rak svona fjölmiðlafyrirtæki og síðan var ég alltaf verið að flytja mig eitthvað til svona og Það fluttir þér nú kannski sjálfan líka? Nei, ég var fyrir eitthvað tregur til þess sko. Ég var í frábærlega skemmtilegu starfi sko. Það hefur bara átt að halda frá að skrifa? Já, hugsanlega. Hugsanlega farað hérna leiðum? Hugsanlega, en þetta snýrist allt það hvað einhverju markaður vildi stærri fyrirtæki, markaður vildi útrás. Það var drifið áfram að lífeyrissjóðum og fjárfestingafélögum og þetta var reyna að finna einhverja leiðir til þess að þjóna þessu markaði og ég bara, það var svo hinnir, það var svo flestir sko. En ég veit að þetta er ekki, þessi vörn gildi ekki í Nürnberg og hún gildir ekki lengur. Ég bara gerði eins og hinir. Já, mistök og vitleysu. Já, þannig gerum við flest sko. Ég er í gallabuxum að þeir flestir í gallabuxum og þannig, þú veist, við erum ekki eins og að taka ígrundar ákvarðanir. Björgólfur var í viðtali í sjónvarpsdaginn og sagði ég tek ábyrgð, það var einhvern veginn, þetta var orðið einhvern veginn svona merkingarlaust, eins og bara segja í bíó, ég fengið með popp eða eitthvað sem þetta var ábyrgðin, orðið var hægt að merkja neitt í þessu viðtali. Nei, ég tók allavega ábyrgð, ég fór út úr þessu fyrir rúmum 2 árum. Ég fór út úr, þá var ég í því að reyna að finna erlenda fjárfesta af nýjadavísum til þess að raunverulega bjarga því frá innlendum fjárfestum, ferðast heiminn, en það bara var ekki hægt. Bjargaðirðu þín megin fjárhag út úr þessu? Nei, ég tapaði náttúrulega eins og allir, en ég á einhverja smápeninga. Segðu mér, ég verða að svindla aðeins upp á tímann, hvað verður fjölmiðlana hérna? Það er hluti af þessu, sko. Ég held að það sé nauðsynlegt að þeir skipta eigendur, ef núverandi eigendur hafi ekki efni á að halda þeim. Öðrum kosti verður það bara eins og í öllu öðru atvinnulífi, það mun eflaust verða til einhverjir sprótar sem að verða einhverju stóru. En alltaf leiðið fara á hausinn, Fréttablaðið, Morgunblaðið, Stöð 2? Já, það er bara, það verður, við sjáum það bara til þess á netinu og eitthvað fleira, að halda það að íslenskt samfélag lífið ekki á morginn degi er algjör blekking sko. Og það er alls konar menn sem er einmitt núna að reyna að selja okkur eitthvað svona hugmynd. Þetta bara má ekki fara á hausinn. Ég verð að fá framlíkingu lánana, ég verð að fá niðurfellingu lánana, ég verð að fá pening, annars verður þetta á hausinn. En þetta er þeir sem vilja ekki að þessi skiptum fólk. En þú heldur að ég meina, þú sér hættu í eignarhaldinu á fjölmiðlunum? Já, núna er þetta meira og minna í eigun, það veit ekki einhver á þetta. Þetta var einhvern veginn mausað inn í einhvern fyrirtæki sem er stofnað nýtt fyrirtæki. Já, meina 1975. Já, sem heitir Rauðsól. Það er eiginlega þó hreinni eignarhald á því heldur en á mókanum. Já. En ég hef aldrei haft einhverja sérstaklega áhyggjur af eignarhaldi við mér. Það heldur þetta sem misskilningur hefur. Ég hef aldrei haft það. Ég get ekki borið þínar áhyggjur. Þessum blöðum hefur náttúrulega verið grímulaust, þeir eru misbeitt. Það má alveg vera, þá yfirgefa lesendur. Já, þeir einhvern veginn hafa fengið þetta bara inn á lúguna. Það er bara þannig. Þeir voru ekki nógu fljótir að tróða í tunnuna. Heyrðu, þakka þér fyrir Gunnar Smári. Þetta er búið í dag.